Já, ég ætla að nefna það að hér verður líka á eftir David Bawden sem hagfræðingur höfundur bókar Ísland sem heitir Deep Freeze og það sem fjallar ástæður íslenska efnahagshrunsins og leitar þeirra meðal annars í stefnu Seðlabankans sem hann telur að hafi verið röng. En hér Gunnar Hersveinn, heimspekingur, við ætluðum að tala svona taka útgangspunkt í Icesave umræðunni, Icesave atkvæðagreiðslunni. Þú nú höfundur reyndar þessara bókar sem ég hef nú svona lengi lært að fjalla og heitir Þjóðgildin. Það sem eru tekin saman hluti sem komu fram á þjóðfundinum hér í árið 2009. Já. En við ætlum að byrja á þjóðaratkvæðagreiðslunni og spurningin bara hvort að þetta hafi verið góðu tími fyrir okkur, góð æfing í því að hugsa rögglega og gagnrýnið. Þetta var ekki gott dæmi, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla. Máli var of viðamikið og heitt. Það hefði verið betra að byrja á svona léttara efni, kannski göng til Vestmannaeyja. En já, ég var gerði greiningu á umræðunni og komst að því að einn galli Íslendinga kom fram á yfirborðið sem karpsemi. Ég hafði skrifað bók kosti Íslendinga eða gildin í lífinu. Var búið til lista yfir mögulega galla Íslendinga. Eitt af því til dæmis agaleysi eða óútreiknanleg hegðun og bráðlæti og karpsemi einn galli. Já. Og þá andstæðan við það þá röksemi eða gagnrýnin hugsun. Já. Og það var einhvern veginn, þessi umræða sem var núna, hún laðaði fram karpið í fólki. Já. Og maður mætti fólki og það var alltaf að segja manni hvað maður ætti að kjósa, hélt ræðu yfir manni. Það var ekkit endilega til í opna umræðu málið sem var að leita að besta svarinu sem einkenni gagnrýnnar hugsunar og hún opin og leitandi og markmiðið að geta móta sér sína eigin skoðun og maður hefur metnað til að hafa kannski rétta skoðun eða gilda skoðun en einkenni á karpi meira löngun til að sigra andstæðing og þá andstæðingur en í röksemi það eru bara viðmælendur eða jafnvel vinir. Já. Karpi verður oft persónulegt og þar birtist einhver vissa og einkenni að hlusta ekki á hinn. Já. En gagnrýnin hugsun felst í því að hlusta á rök hinna og svara þeim. Þannig að hún og þetta birtist líka þrjóska og við þekkjum þessa ókosti. Já. Og eitt af okkar verkefnum á næsta árum að sigrast á karpinu. Já. Sem einhvers konar löstur og þessi umræða hún einhvern veginn laðaði fram karpið en við hefðum þurft að fá aðra umræðu allt annað mál þar sem við getum rætt kosti og galla og hvort við ættum að eyða peningum í þetta eða ekki eða eitthvað annað að því við þurfum að æfa okkur í þjóðaratkvæðagreiðslum. Við lærum það ekkit bara á einni nóttu. En karpið náttúrulega mjög áberandi í íslensku samfélagi, alveg hátt og lágt. Já, það má segja að sé kannski eitt einkenni íslenska umræðu, það karp og það nýtur vinsælda. Það kemur fjölmiðlar nota það mikið, það svona líklegt til vinsælda fyrir fjölmiðla að láta einhvern slá einhverju fram og annan svaraði daginn eftir en þá vantar þessa kannski sannleiksleit eða
að virkja fólk til að taka þátt í opinni umræðu. Það einhvern veginn, umhverfið laðar það ekki fram. Já. En það gerist vonandi á næstu árum, en þetta dæmi, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla var ekki í þeim dúr. Fólk var orðið alveg uppgefið af karpi og sem voru farin að forðast umræðuefni, sko, að því það var alltaf einhver að tala yfir hausamótanum á manni. Já, já. Og þannig að þú teflir á móti þessu röksemi að við reynum að tileinka okkur röksemi. Já, það þá hin aðferðin sem að, sko, við höfum einhverja æfingu í. Já. Og þá markmið að leita að svari, það ekki fyrirframgefið, það meiri víðsýni þar, og þar aðferðin að hlusta. Já. Hlusta á umhverfið, hlusta á viðmælandann og sko þá það einhvern forvitni sem drífur mann áfram. Og jafnvel að geta skipt skoðun. Og að skipta skoðun. En í karpinu þrjóskan, sko, og að ná sínu fram með þrjóskunni, það auðvitað hægt og það gera það margir. En hitt svona meira óljós áfangastaður, samvinna. Já. Og meiri auðmýkt og löngun til að skilja hluti. Já. Segðu mér af þessari bók þinni hérna, svo við tölum ég held að þjóðin þurfi ansi mikið á því að halda að umræðan hérna verði jákvæðari og meira á nótum, sko, jákvæðari og uppbyggilegri gilda, og mann finnst að fólk orðið þreytt á karpi og niðurrifi og jafnvel andstyggilegheitum. Og eins og ég segi, þannig setur það fram þessa bók þess að þú kallar gildi sem að við viljum rækta eða ættum að vilja rækta. Já, þarna, sko, við höfum tækifæri, það hafa verið þjóðfundir og efnið í bókina, það má segja að þjóðin hafi valið efnið, hún valdi sér ákveðin gildi, eins og heiðarleika og traust, réttlæti og jafnrétti, ábyrgð og frelsi, og sem voru svona, hvað maður kalla þjóðgildin. Já. Og þarna markmiðið að laða fram visku þjóðarinnar, ekki að tala yfir þjóðinni, segja hvað henni á að finnast, eins og við þekkjum of vel. Já. Heldur að laða fram viskuna, það til aðferð til þess, og markmiðið í bókinni að skapa virka borgara sem stíga fram í samfélagið og vilja láta gott að sér leiða. Það ein hugmyndin að það verði engin fullþroska persóna fyrir hún stígur fram í samfélagið og til að láta gott að sér leiða. Ja, í umhverfið sitt. Og kenningin í bókinni að þjóðin hafi margt að gefa, og hún að gefa af gnæðsinni, þekkingu og gefa þeim sem þurfa, og þetta eiginlega svona gamalt karma, sko, bros þitt kemur til þín aftur. Já. Og hérna það svo margsannað í vestrænum heimi og heimspeki og spekibókum að með gjöfina að þú gefur og þú öðlast eitthvað annað í staðinn en á þess að hafa beðið það. Og það svona tilgátan í bókinni. Markmiðið ekki að segja fólki hvað hugtakið merkir nákvæmlega, heldur skapa umræðuefni og fólk geti haldið áfram að velta fyrir sér þjóðgildunum, hvernig við náum við jafnvægi, jöfnuði og réttlæti og svo framvegis. Þannig að hún svona opin að því leyti. En þetta kannski, við mættum kannski fara að hugsa aðeins meira á þessum nótum en minna í svona í karpinu. Já, ég held að það sé kannski komin tími núna. Já. Að því við erum kannski búin að ná botninum í karpinu, komist ekki neðar. Þá akkúrat tækifæri og margir orðnir þreyttir
að fara að leggja stund á öðruvísi samræður. Gunnar Hersveit, ég bara þakka þér þá kærlega fyrir að koma í þáttinu, fáum hana Elvíru Mendes Píneð og hérna rétt á eftir.